Góðan dag, ég ætla að taka fyrir hérna kerfi fyrir svartan gegn enska leiknum. Kerfið byggir semst á því að við ætlum að leika svara C4 með C5 og í grunninn þá hvítur tvö plön gegn því sko. Hann getur telt svona, riddari C3, riddari C6 og G3 stöðutýpur. Og hinn stöðutýpan er sem sagt fara með riddarinn á F3 og reyna að leika E3 og D4 snemma. Þannig að maður segir þetta var í svona tveimur pörtum. Ég byrja á að fara yfir stöðutýpunar að hvítur leikur G3. Nú riddari C6. G3, G6. Þetta verður svona dálítið samhverf staða. Og aðaleikurinn hjá hvítum hérna er riddari F3 en hvítur á fullt á öðrum leikjum. Nú C4, C5 það ég myndi segja að það var svona mjög traust kerfi gegn C4 á svart. Og ég telta mikið hérna áður fyrir og það er alveg góð valkostu við að leika E5 í fyrsta leik. Það er mínum mati. Gegn þessum E3 leikjum þá erum við rauninni í smá hermukrákuleik. Sýna hvernig getur telst, krókering, D4, D5 og já, staðan er bara hnífi upp sko. Það er ekki að sjá að hvítu fá neitt úr þessu en já, það var engin vandamál á svart sko. Þetta geti eitthvað sem er metnaðlaus telt svona á svart, á hvít segi og sett sig við jafntefli. Aðri leikir er Hóku B1, riddari F6, einbyttum okkur hraðri leiðskipan, hvítur er með huga með að leika A3 og B4, A3, hrókering, og segjum B4 strax. Þá er best að svara með A5 sem er skemmtilegur dýnamískur leikur. Sko, hvítur hann er dálítið eftir í liðskipan sko. Hann er vísur með P og C4 og B4 en kóngurinn er þá E1 og það tekur smá tíma að hrókera. Hér á hvítu tóleiki segjum að drepa á A5. Það var hókudreipur A5 ágætis framhald. Og við erum með svona hugmynd að leika D5 og ég hafði fórn að skipta menn ég ætla að sína hvernig ekki telst. D3, D5 C-dreipur og já, hvítur verður rosalega veikur á hvíturritanum. Sko, það eru leikir eins og biskup H3 koma til greina. Þá getur hvítur ekki hrókera. Og við erum í ýmsar hugmyndir eins og biskup G2, taka á F3 og riddari D4 eða riddari D4 strax og síðan kannski hróku C8 og við erum mjög svona hvassa sóknarstöðu sko. Það er ekkert gaman að vera með hvíti þessu en riddari F3 er annar leikur. B5 sterkur leikur sko, P-ið var á B7 var það svolítið veikt en ef við fyrir á B5 þá fer það að vera gott þegar við erum búa hérna til sterkt P á B4 og það er svona mörgum endatöflum ónáðar hvítan. Segjum riddari D2 biskup G4 upprópun svipað á hann okkur alveg saman skipta minn í þessu af því að hvítur er svo semst veikur á hvíturritunum og hérna hóttum við biskup H3 hugsanlega riddari D4 og erum bara með mjög skemmtilegt spil sko. Þannig að A5 er góður leikur hérna. Hvítur getur reynt B5 þá kemur riddari B4 undirbýr D5 eins og sjáum á örinni og það ætti að leysa öll vandamál hjá svörtum. Við erum bara að leika D5 næst. Opna við biskupinn og bróta upp stöðuna. Það baka upp. Þannig að hróku B1 er ekki vandamál. Nú A3 riddari F6 hróku B1 það kemur á sama stað. D3 er svona frekar harmlaust myndi ég segja. Alveg solid leikur en
við bara hermum aðeins eftir hérna, staðan verður samhverf og er bara hnífi upp sko. Ég sé ekki hvar hvítur ætti að hafa eitthvað upp úr krafsinu hérna sko. Þannig að þetta er smá svona hermikrákuleikur oft í þessu. Nú B3 rittar F6 1-3, þetta er bara svona sýniframhald, þetta er svona D5 hugsanlega. Og hugmyndin er semst að gefa P-tímbundið og ég rittar B4. Og þá hóttum við hérna á D3 og skapa smá vandamál hjá hvítum. Svo er alltaf að taka á D5. Rittar þetta upp í D5 og hérna er millileikurinn rittar 1-3. Taka eftir þessu. Tekið jafnt á liði. Biskup finnur 5. Hrókurinn fyrir á D-línuna. Drang C8 og staðan hnífi upp. Og við erum auðvitað að hóta hérna E6 og það var líka ágætt að leika bara biskup H3 næst og losa sig við biskupin og G2 og síðan E6 og engin vandamál. Nú, já, rittar F3, það er mainline hjá mér, við skulum sko velta fyrir okkur hverju svartur er að spá í. Við leikum D6, við býðum með rittar F6 af því að við viljum ekki vera að fá D4 á okkur hérna. Og svo er hugmyndin hjá okkur að leika biskup 1-6 næst sem er mjög athyglisvert. Ég er nú sjálfur að leika biskup F5 líka. D6 Hrókering og hérna er það nýjasta nýtti þessu að leika biskup 1-6 og við sjáum hérna á öðruvanum plönin, það er semst drottning D7, drottning C8 eftir aðtökum og H5 biskup H3. Já, ég telti nú einu sinni biskup F5 móti Gavin Jones til sallra minninga en þá var aðal hugmyndin að koma við fyrir A3 og hróku B1, tökum B1 réttin en kannski það sem er betra við biskup 1-6 er að við hótum hérna beint C4-piðin og hvítur þarf að verja tempo einhvern veginn í það sko. Hann getur leikið B3, þá kemur drottning D7, segjum rittari G5 og biskup H3. Núna á við planinu okkar. Það kann að virka svona einfalt en þetta er alveg merkilega hættulegt sko. Við getum náttúrulega oft er bara hugmyndin hjá okkur eftir H4 og hrókera langt sko. Og það er eitthvað sem er ekki gaman að sitja í með hvítur sko. Hvað annað er hér? Það er biskup B2, biskup H3, H5, D4. Nú hvítur getur tekið líka á H3, þá kemur H4 og við erum bara að fara að drepa á G3, opna H-línuna og svo bara drepa til þess að D4 með rittara í seinna og það er máta H2, þannig að það er ekki þægilegt sko. Og D4 tekið, H4. Já, tölvutnum með þessu stöðu jafna en frá svona mannlegu sjónarhorni það var miklu erfiðara að tefla þetta á hvítt sko. Getum alltaf langrókerað, hótum H3 upp í G3. Nú D3, það er hinleikurinn sem er auðvitað mjög eðluleikur. Það valda C4 opnaður í biskupinn. Hérna verðum við aðeins að passa okkur. Hér verðum við að leika drottning C8, drottning D7. Það væri ónákvæmleikur. Ég ætla aðeins að sína út í hverju. Biskup F5, rittari D5. Og sem sagt E4 getur verið að valda biskupnum okkar vandræðum. En þegar við erum með drottningun á C8 þá eigum við alltaf D7 rittin sko. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því. Ég ætla að sína hvernig það teflist með drottningun á C8 hérna. Segjum rittari G5, þá kemur biskup D7 sko. Og ef rittari D5 þá bara rittari F6 og svartur er bara með solid stöðum. Getur farið að leika H6 og biskup H3 til dæmis.
Nú F4 þá kemur bara H5 og þá erum við hugmyndir eins og rittari H6, rittari F5 og H4. Bakka aðeins, biskup E6, D3, dróning C8, hvítur getur reynt rittari D5, þá kemur rittari F6 og þá bara spurningin rittari D5 að þjóna einhverjum sérstakum tilgangi sko, ég sé það nú ekki. Próku Bjarni 1 þá hvítur undirbúið þetta H3 og B4, þá kemur biskup H3, A3, H5. Annar valkostur að taka á G2 og líka E6, það bara mjög traust og rittarinn fyrir á E7. Dróningin getur svo farið á D7 setna. En ég með H5 sem aðal valkost, aðeinsverða möguleika. Nú rittari D5, tekið 1-6, rittari C3 og hér aðeinsverða hugmynd. Hér breytir skákinum staðanum karakter, drifum á C3 og leikum F6. Og hér helsta hugmyndin að leika B6, rittari E7 og kongur F7 og möguleika svart sem eru fínir sko. Peðin á C3, C4, A3 ekkert sérstök. Þannig ég myndi teflið einhvern veginn svona ef veri svartur. Já, þannig að biskup eina, þessi hugmynd hérna með að býða með að leika rittari F6 og biskup E6 er mjög góð. Og þar með semst þessum kafla þess að G3 stöðutypu lokið og næst ætla ég að einbeita mér af E3 sem ég velti svolítið lengi fyrir mér en komst svona að niðurstöðu lokum að hugsanlega bara best að leika E5 gegn E3. Skoðum nánar. Já, þá það hvítur leikur E3. C4 getur telt svona ýmsum leikjaröðum en og rittari C3, rittari F6, E3, E5 og þá snýst þetta náttúrulega mikið baráttuna á D4. Það svona nefna í svona hjáverkum að A6 líka athyglisverður leikur og þá erum við semst að tefla Panov með svörtu Panov stöður og einhverju vilja aðeins brjóta svona prófa eitthvað annað þá það líka option en ég ætla ekki að taka það fyrir þetta. Ég ætla að taka bara fyrir E5 sem líklega hlutlagt best. D4 E4 fær upprópunumerki og hér á hvítur sem sagt D5 eða rittari E5. Já, aðri leikir eru ekki til útrútnings eins og maður segir. Við skulum byrja á D5 sem svona krítiska framhaldið. Ég myndi mæla bara með að drepa og fara í þetta endataflina ef það kostur á því. Dróning bara F3 ekki góður leikur, biskup G4, biskup D6, dróning B6 og svartur komið miklu betri stöðu, bara hvítur og erfileikum með að klára liðskipa. Þannig að hvítur verður eiginlega að fara í þetta endatafl og svona einföld praktísk lausn að leika bara G6 og fían tjattu að biskupin á G7. Hvítur á annarkot E4 eða B3. Byrjum á E4. Rittari H5 sterkuleikur. Hugmyndin eins og sjá með örinni ásækið, biskup D6 og ná góðu taki á F4 einnum. Hvítur leikur rittari E2, kemur við fyrir það. Nú ef F4 þá bara biskup G4. Þannig rittari G3, rittari F4. Og við erum alveg með okkar færi hér, við leikum bara kongur C7 næst og ég get ekki ímyndað mér að svartu sem verra í þessari stöðu með betri peðastöðu og svo leikur eins og H5, H4 getur verið að koma
og biskup eina 6. Þannig að E4 er ekki neitt sérstætt, bara rittara H5. B3 virkar eðlilega og þá var þetta hvítu með svona hugmyndir tengda rittari E4. En það er í rauninni frekar einfaldlaust. Við bara leikum B6. Við höfum traust vald á C5 piðinu, mikilvægt. Og það er alltaf að svara rittari E4 með rittari H5. Ég kem betur að það setna og þá völdum við biskupin á G7. B6, hér eru nokkuð framhald, segjum A4, A5. Sko gallin við svona A4 leiki hjá hvítum er að B3 piði verður oft bakstætt í mörgum endatöflum með biskupin kemst eitthvað aftur fyrir það einhver endatöfli, bara svona tala langt fram í tíman og þá getur það verið smá veikleiki sko. Þannig að ég vildi vera ánægði með að sjá A4, A5 bætt við löngrókun, kongur C7, rittar 1-4 og rittar H5. Það er náttúrulega alltaf þegar hvítur leikur rittar E4 eða rittar H5. Völdum á G7, bjóðum upp uppskipti. Biskup A3 virkar nú skrítin leikur til dæmis. Hér ættum við bara rókur E7 og rittar F6. Svart stund betur. Þannig að hann verður eiginlega að drepa þetta. Segjum rittar G5, bara einhver svona síni framhald. Biskup F5 er ágætisleikur. Þetta er eitthvað sem ég kíkti á. Og já, svartu stend bara vel. Það taka H2 og þetta er bara fínst það. Við skulum bakka, við ættum að sjá meira á þessari þemu. Nú, biskup G2, teflist alltaf svipað, kongur C7, F4, biskup F5 og rittarinn fyrir E4. Hvað gerum við þá? Jú, rittarinn H5. Skiptum upp A5, A4 og A8 og hér skrifa ég jöfnstað. Ég held að sé ekkert meira hægt að bæta við, þetta er bara jafnt tafl. Við skulum baka þess. Nú löngkrókun, kongur C7. Skoða einhverja aðra leikir rittar E4, biskup G2, biskup F5, F4. Hvíti græði náttúrulega ekki á því að leika E4, það er bara veiking á F4 réttnum. Þannig að F4 er röggréttara, rókur A8, rittar 1-2 og hér hótar hvítur biskup 1-5 skák. Það mér sýnist, þannig við erum aðeins að vera á varbergi, rittar H5. Það er bara þeman, alltaf rittar H5 við þegar opnast fyrir biskupin á B2. Rittar G3, A5, athyglisverður. Þetta endatafli er bara fínt. Allt í lagi er með rittar á móti biskup hér. Og svartur alls ekki með vera tafl. Skulum pakka. H4 er annar leikur, hrókur 1-8. Hugmyndin með hrókur 1-8 er að stoppa bara rittar E4, það bara dreipið á E4. Rittar 1-2, rittar H5, H5 og biskup 1-6 og hér er bara hugmyndir eins og A5 og kannski hrókur D8. Staðan er bara jöfn, skrifa ég hérna. Þetta er svona praktískar og þægilega lausnir. Nú rittar 1-4 hér. Það er rittar H5, fast í liðir. Segjum rittar G5. Biskup 1-6, upprópunummerki. Við þurfum ekki að vera smeyk við þó að peðast á nokkað breytstæðins og rittar H5 þá ætla ég bara að sína hvernig það getur telst. F4 og 1-5 og það er engin vandamálstöðun lengur. Nú biskup G2, rókur D8 og P og F3 eru alltaf veikt.
Ég sé ekki að þetta sé í rauninni að gefa hvítum eitthvað mikið sko, þessi teóri, eða eiginlega ekki neitt sko. Og eftir að tekur úr G7 þá er oft með hugmyndi eins og F5, F4 og reyna að fá þrípeð á F-línunni hjá hvítum. Til dæmis kongur B2, F5 og F4 geti komið til greina. Og ná sterkur taki náttúrulega F5 reitnum ef hann drepur á F4. Hún reytur F6 leikur sem gæti virkað smá skeri svona við fyrstu sín. Ef við höldum bara kúlnu og leikum biskup 1-6, H4, H5, biskup D3, A5. Það er rauninni ekkert að gerast. Við getum alveg verið að íhuga hrókur D8 og rittar 1-8 fljótlega. A4. Og eins og ég nefndi þá er peð á B3 getur verið veikt í einhverju endatöflum. Við getum jafnvel einhver tíman langt í framtíðinni leikið B5 og brotið þetta upp með biskup E6. Bara svona eitthvað svona sem dæmi. En hrókur A8 og rittar 1-4, hrókur D7 og ég skrifa bara í uppstafa. Það erum að fara tvöfalda. Náttúrulega hvíti getur hugsanlega leikið rittar F6 og fara í þráleik en það er nú ekki til útflutnings. Já, þannig að það er bara að muna þessa þemu í þessum endatöflum með sem sagt alltaf þennan rittar H5 leik. Skulum bakka og hvítur getur líka leikið rittar E5 sem tekur í næst. Nú rittar E5. Þá myndi ég bara telja G6 vera svona praktísku lausnina. Við erum að íhuga biskup G7 og drónik 1-7 og hrókera. Drónik C7 var til dæmis ekki góð leikur og það er G4 og peða okkur E4 er slemt. Það var einhverju að leika H5 líka en það er svona meira svona handa gambits og það þarf að kunna ýmislegt þar. En G6 er svona praktíska lausnin. Bara auðvelt að skilja það. Við erum bara að fara biskupnum G7, dróningunum E7. Hér eru fjölmargir leikir. Hrókur Bjarni 1 er vinsæll leikur. Hugmyndin er að taka á C5 á einhverjum tímapunkti eftir að hann driblar á C6. Tikið á C5 og leika svo B4 með tempói. Skulum kíkja hvernig getur telst. Og þetta felur í sig peðsfórn hjá svartum. En svartur vinnur annarkvort peðið tilbaka eða það mikla virkni. Það komið dæmi, biskup F5, drottning dripur, biskup E2 kemur rittar D7, B4, A5, A3. Ég held að það sé nú alveg örugglega ekki gott fyrir hvítan drip á A5. Þá kemur rittar D7, hangir á C5, hangir á C3 og peðastæðan verður losarleg hjá hvítum. Þannig að A3, hvítu vill halda í peðakjöðina, rittar D7 og rittar E5. Þetta er alltaf hugmyndin okkar í þessari stöðu þegar við erum peðin undir. Við erum að leika kongur E7, eigum D3 reitin fyrir rittaran og svo hugmyndir eins og H5, H4, kongur E7. Ég mun koma nánar út í það rétt frá. Og B3 er annar leikur H5, segjum H4, þá hvítur biskup Gunnar 4 upprópunumerki, hótaðum að drepa á C5 og máta á D1. Og segjum biskup B2 og þessi D3 reytur sem mjög veikur hjá hvítum oft. Kongur G7, F3, biskup F5 og hér erum við hugmyndir eins og hrókur 1-8 og F6 og svo hefur alltaf hennar D3 reyt. Þessi að með hvítur myndi fara með reytarinn á C3. Það myndi alltaf koma til álita að skáka hérna held ég.
teflið eitthvað með svona svo pakka þess hvítur geti reynt líka biskup 1-2 rókering já, þetta voru að fara yfir aðsaki hvítur geti reynt F3 og má drepa og sjá veikingarnar hjá hvítum hérna það er D4 reyturinn fyrir biskupin og F5 til að opna stöðuna kongnum og hvítur mjög veika kongstöðu sko þannig að það er alltaf svona bætur í þessu og þeir sem eru premium áskrifendur munu fá ítalegri skýringar á mörgum afbrigðum í þessari línu ég ætla ekki að hafa þetta of langt en ég ætla að bakka aðeins nú leikur þessu F4 væri nú bara mjög vitlaus það er nú fáleika D5 hérna á með draumastöðu tekið á C6 D5 biskup Davíð 7 dróning 1-7 bara svona eðlileg staða með biskup G7 og engin vandamáli svörtstöðinni nú G4 hefur telst og nú leikur sem Mamadou hefur telt þannig að hann er nú kannski ekkert alvitlaus, ég er með hérna einhverja skák sem hann og byttu nú við hvað hann tefla aftur já, Van Forrest teltu sem fór jafntefli, telst eitthvað með svona B3 tekið á D4 og svo var eitthvað taktík hérna hjá Van Forrest með rittari drepa G4 og það er alltaf þessi D3 reytir þessi skák endaði nú jafntefli en eftir rittari D6 þannig að ég sé ekki að sé neitt sérstakt þetta G4 dæmi sko já, en eftir E5 við getum auðvitað ég myndi segja það virkar nú eins og D4 sé nú krítisk í leikurinn ég sé hún ekki hvað hvítur ætti að gera annað við getum kannski aðeins skoða hérna lókum svona einhverja hugmyndir gegn D4 já, lókum tökum við fyrir hérna D4 leikin sem sagt hvítur reynir að leggja D4 hér sem er vissulega valkostur í stöðunni ég ætla að stinga upp á að drepa og leggja drang B6 tæknin aðeins að stríða mér það er sjálfur sér ekkert að því að leggja D5 það voru kannski dálítið svona einföld staða en ég ætla að stinga upp á drang B6 og hugmyndin er oft hérna bara hjá svörstum að leika ESS og D5 snemma jafnvel fórna peði fyrir mikla virkni og þetta er svona atriðsverðleið rittari B3 er algengasti leikurinn og hvað annað við getum byrjað að skoða rittari DB5 ég ætla að nefna eitt hérna ESS er líka leikur G3 dróning BSS og rittari DB5 og þá er hvítur oft á eftir rittari DSS skák þannig að hérna virkar nú rittari DB5 aðeins skrítin á mig að því að rittarinn hefur ekki aðgangað D6 en það verðist nú samt alveg vera leikur sko það stinga upp á A6 rittari A4 er besti leikurinn dróning D8 rittari C3 það er hérna rittar á þetta kanti en þeir þurfa ekki að vera
það slæmir að því að hvítur nærleika biskup E3 þá náttúrulega BSS-reiturinn mjög veikur, þannig að við erum með svona smá gambit sögmynd hérna að gefa P á B5 og leika svo D5. Nú hvítur á tvo valkosti hér, E3 eða E4. Byrjum á E3, E5, tökum við miðborðið, opnum fyrir biskupinn, sínum hvernig getur telst, þetta er AC3, það var náttúrulega að leika því, hann getur ekki leikið biskup D2, það var bara drepið á D2, drottningi getur ekki drepið, það hangir á A4, þannig að veruleikar þetta er AC3 og hrókering. Passa sig að vera ekki fljótfær hérna og leika D4, þá kemur biskup F3 og hvítur fær betra þar. Hrókering og nú erum við að hóta D4 jafnvel. Hrókering og hrókur 1-8 sem sagt með skemmtilegu spili fyrir P1, þar sem ég er nú benko skákmaður oft, þá leiðist mér ekkert svona stöður. Hugmyndi geti verið sem sagt biskup B7, hrókur E7, hrókur D7, biskupin geti verið á F8 og leiki H6 og svo eigum við alltaf einhverja svona D4 leiki á einhverjum tímabóti. Svona helsti gallin við hvítstöðuna, það er náttúrulega þessi kallar hérna 3, það er ekki svo auðvelt fyrir hvítana að þróa þá einhvern veginn, biskupin og riddarana, en ég myndi halda svarta sig með alveg hörku spil sko. Þannig að biskup B7 myndi ég halda að vera næsti leikur svarts. Ég er allavega hrifinn að þessari stöðu. Nú E4 er svona beinskeyttari leikur og við drepum það, biskup 1-2, E5, hrókering, biskup 1-6, völdum á D5, kom í veg fyrir að svona drottning drepur D5, drottning drepur D5, þetta er C7 skák, trikk, biskup 1-6, biskup 1-3, nú þurfum við að hafa augun á B6-reitnum, annars kemur biskup B6, D4, biskup D3, F5, upprópunarmerki, það eru mjög hressar stöður. Hrókur C1, hrókur C8, F3 er líklega best hérna og F4 með svolítið viltri stöðu, tölvutna með þetta jafnt, við erum peð undir, þannig að ég myndi halda að það hlýtur eiginlega að vera góð staða svartan, en það þarf þetta að skoða þetta nánar, en þetta svartur hafi alveg fín færi hér og þetta er nokkuð svona skemmtileg stað að tefla biskupar og peð og E3 virka mjög sterkt. Það er allavega mikið fjör framöndan hérna, sýnist mér. Ég myndi skoða þetta kannski svolítið með tölvu þó að sé ólíklegt að þetta sé að koma upp svona að ég vera hreinskilinn. Brytari C2 er hinleikurinn. Nú E6, hvítur leikur E3, þá förum við bara í þetta plan hér og fáum gott spil. Fáum svipastöður eftir sínaði betur. Við tökum alltaf með riddar á D5, ekki EP. Taka eftir því. Til dæmis E4, biskup C5, hótum á F2 og erum að fara að klára leiðskipaðan. Drottning D2, þetta er B4 með mótspili. Segjum að drepi, biskup D3, drottning A5 og hér eru hugmyndir eins og D6 og E5, þetta taka á C3, biskup E6 og hrókur C8 og herja á C4. Það er svona frekar einfald blöðan sko. E4, já, við erum búin með þetta sækið. Nú riddari B3 er talið vera aðalínan hérna. E6, þá viljum við oft fara með biskupin á B4. A3 kemur í veg fyrir það, við getum byrjað á E4, biskup B4, biskup D3, þetta er 1 af 5 góðleikur.
svona smá sníki hugmynd sko, ef hvítur hrókerar þá er drókning D6 og ég sé ekki betur en að við séum alltaf að fara að vinna annarkvort E4 eða C4 pið og ef biskupinn hörvar þá skiptum við upp á drókningum, tökum á C3 og getum alltaf tekið á C4 og verðum pið yfir. Það er svona möguleiki í stöðinni. Drókning D6, svartur með betra. A3 kemur við fyrir biskop E4, D5, höldum okkur við D5 planið, erum alveg tilbúin að fórna peði og kannski taka eftir því að riddarinn á B3, hann er alltaf svolítið svona hangandi út af hvítur er búin að leika A3. Það var bara drókning sem valdar hann. Nú hvítur á biskop 1-3 og C3 D5. Byrjum á C3 D5. Dref með riddara, ekki dref með EP, þá kemur biskop 1-3 og svo G3, hvítur stendur aðeins betur. Það er allt önnur stað að við drefum á D5. Biskop 1-3, búm, D4. Það er alveg til í þetta sko. Tekið á B2 og já, og við erum bara að fara að leika biskop E7, biskop D7 og hrókera. Og hvítur er það með biskupin á F1 sem er svona já, það þarf að gera eitthvað, finna ykkur að leið að geta hrókera. Biskop E3 er nákvæmast drókning C7, C-dribur, riddardribur og ef hann er með drottningu þá þarf hann að vandræðast til þess að hanga á þessu peði og riddarinn á B3 er hangandi. Ég myndi halda að þetta væri nú bara mjög erfið stað á hvítan, ég segi eins og getur verið að fara að koma B5 fljótlega, hrókering B5 eða B5. Þannig að það meikar ekki sens eins og maður segir. Nú G3, biskop 1-7, mainline. Við ekki aðteglega að G6 kemur líka til greina, ég var eitthvað að kíkja á það. Það er svona svolítið skrítin stað, biskopi fyrir á G7, það er alveg líflegt sko. En biskop E7 er svona praktíska lausnin einfaldast. Og ef hann drifur á D5 þá leikur við hróku D8, biskop F6 og hróku D8. Og við erum að taka á D4 reitnum og hótum biskop E6, það er mjög mikið vett. Hvítur hókgerar þá held ég að við getum til dæmis bara leikið biskop E6. Sé ekki betur. Stuttrókun, biskop F6 og ef hvítur leikur riddari D4 þá kemur drókning E5, taka til því. Drókning D2, valdar á B2, hróku D8, riddari D4. Hérna er ágætt að stoppa aðeins og pæla í stöðunni. Og bestileikur svarts er líklega drókning A5. Gengur upp taktist. Við erum ekki að móta þessum uppskiptum hérna á A5. Þá er riddarinn okkar fín. Getur fara á C4. Og ef hvítur leikur B4 þá hefur drókning A4. Síðan getur við átt hugmyndir eins og A5 jafnvel. Og þetta verðist alveg vera fínasta staða á svartan. Eins geti kannski hugmyndir að leika biskop G4, hrókur AC8. Já, þetta er svona þær hugmyndir sem ég er með hérna í þessum C4, C5 sem, já, mætti eiginlega segja að væri svona byrjanakerfi fyrir svartan gegn C4. Takk fyrir.